sæl, kæru hlustendur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 29. maí 2026 og Bitcoin í $72.769 og hjá mér að sjálfsögðu sestur í svona 100. skiptið að mér finnst í röð Björn Haraldsson. Vertu blessaður Björn. Þakka kærlega fyrir. Mér finnst eins og ég sé að muna rétt að við verið í svona cirka 78.000 í síðasta þætti. Það geta alveg passað. Ég klikkaði reyndar að double checka fyrir þáttin sem ég gerir nú venjulega, en ég nokkuð sem að það verið það. Við erum undir 74 núna, það ekki? Við erum í 72 og ég var að segja það. Nei, hérna 74 nefnilega einhver svona resistance level, sko. 74, 73, eitthvað svo leiði, sko. Svo þetta 70 næst, sko. Já. Sem eitthvað svona, þú manst alla tölur, sko, hérna all time high. Já, en þetta samt finnst mér svona, ég ætla ekki að segja að sé ekkert að marka þessar tölur, en að einhverju leiti finnst mér þetta að vera pseudoscience eða gervivísindi, sko, en alls ekki öllu leiti. Já, þau hafa áhrif á mentality. Já, þetta alveg, ég alveg búin að fá það staðfest að þetta alveg raunverulegt upp að einhver ákveðnu marki, en kannski punkturinn minn, það ekki sanngjarnt að tala um þetta sem pseudoscience. Punkturinn minn mér finnst stundum gert of mikið úr þessum tölum, að því að sem dæmi þá var Bitcoin núna að það var að fara yfir einhvern golden cross, sko, sem á að vera eitthvað mjög búlið, skilur. Svo gerist það og það leggur samt bara niður, sko. Já, reyndar, sko, síðast þegar fór á svipuðum tímapunkti í síðasta bear market yfir hennan golden cross, sko, þá fór það aftur niður fyrir hann fljótlega og svo fór það eitthvað að staða upp. En mér finnst þessi svona, eins og þú segir, TA, technical analysis, það reyndar mann að fara að kalla Trump analysis núna. Það betra að fara eftir því, en hérna, mér finnst það oft, sko, meira að vera stundum svona sálfræðils eðli, sko, að þú veist, að þú bara, að því þú veist þetta hefur gerst áður, þá trúir það að það vera að gerast aftur. Og ég meina þetta svona, þetta líka þetta fyrirbæri, sko, self-fulfilling prophecy, sem var þá spádómur sem einhvern rætist af sjálfur sér, að því að við erum bara að horfa á sömu tölunar og ljáum því þannig vægi, sko. En breytir því ekki að ég meina það ekki bara það að Bitcoin sé að nálga 70.000 aftur, það Ethereum undir $2.000 núna, það var í 1993 þegar ég var að skoða Bitcoin. Það komið niður í svona fæðingatölu einhvers. Já. Það alltaf frekar slæmt fyrir Ethereum þegar það fyrir niður fyrir fæðingatölu. Já, einmitt. Þú veist, ég man að botnin 2022 sem hann fann svolítið súrealísku botn var $900. Að vísu reyndar verður að taka fram að sá botn var eins og ég segi 2002, árið 2020 gastu keypti Ethereum, sko, á $40 eða eitthvað svo leið, sko. Þannig að 2021 voru svona Ethereum maxar að spá 15.000. Já, og ég meina núna voru Tom Lee og þessir kallar að tala bara tölur sem ég ætla ekki að nefna hérna, sko. Já, talandi reyndar Tom Lee, sko, hann keypti eitthvað stærstu kaupin sín daginn, sko, hann nú heldur áfram að kaupa og steika. Já. Komin hátt í 5% af öllu í Ethereum, 4,45 eða eitthvað. Og byrju, svo var Saylor ekki að kaupa Bitcoin núna? Nei, hann keypti, það kom eitthvað, þú veist, frá honum eins og hann tilkynir alltaf, þú veist, eitthvað svona appelsíngult sem þýðir eitthvað, þú veist, það verður keypt, en hann tilkynir núna var að kaupa skuldabréf og menn fór að pæla í rosa mikið, en rauninni það sem hann var að gera, sko, að nota hluta þessum forða, manstu hvað forða var, 1,5 Já, hvað var annarkur það eða hvort það var að tala 1,90, það var alltaf undir $2 miljardar. Já, nú það bara 600 og eitthvað. Að þeim var að umbreyta þá. Það var að kaupa rauninni upp, áður hann gaf upp þetta stretch sem við höfum talað um hérna, sem að gefa svona mikla vexti og svona vinsælt, þá var hann með eitthvað alls konar önnur svona skuldabréf. Og hann rauninni, ég veit ekki hvort þú getur sagt að hreinsa upp, hann keypti upp
skuldabrif sem átt að renna út eftir nokkur ár á 8% afslætti. Já, ok. Þannig að rauninni hann bara svona að reynsa eitthvað til og eitthvað svona, kannski þetta bara svona dæmum að þeir eru svona aðeins meira professionalt í þessu. Já, einmitt, þetta hljómar ekki sem eitthvað svona eitthvað til að fjalla mikið myndi ég segja. Ekki neitt eiginlega, einmitt. En en sko, það eru tíðindi úr Miðausturlöndum sem hafði bundið vonið við að myndi snúa markaðanum aðeins við. Sko, ég veit ekki það sem mér finnst vera, þú veist, ég hef sagt það áður en það sem mér finnst vera eitthvað veginn leiðilegasta staðrendin í þessu öllu saman fyrir kryptó svo staðrend að S&P 500 er áfram bara í allra hæstu hæðum. Mér finnst það að gera þetta allt eitthvað veginn svona þyngra í vöfum að horfast í augu við þetta sko og að því leiðin til skilja þegar hún nefndir nú Mark Cuban hérna, ég hlustaði mitt á þessa klippu að sem hann var að tala um þetta, hann sagði veist, bara Bitcoin has lost the plot sko. Já, má ég samt kommenta aðeins á það aftur? Já. Að því ég myndist á þetta síðast, sko. Þú ert múin að hlusta á þetta núna. Hann segir þarna, og ég sagði það í þættinni, ég fór að skoða það betur, hann segir sko að einu rökinans var að þegar Íransstríðið hófst, þá hefði gull farið upp og Bitcoin niður. Þetta er bara ekki satt. Nei, gull hefur ekki farið upp síðan Íransstríðið hófst. Þú gull fór svolítið niður ákvæmt þá og Bitcoin fór upp ákvæmt þá, sko. Það er alveg rétt, sko. Þannig að, já, þú skipti ekki öllu máli, já. En það sem ég myndi segja engar síður að bara, þú veist, hlutabréf í Bandaríkjunum hafa þvert á það sem margir gerður ráð fyrir, bara náða að blómstra eftir Íransstríðið skall á. Já, gervigreindar hlutabréf. Já, en sum hafa farið bara upp eins og altcoins. En ég að segja þess bara vísitalan. Já. Vissulega keyrað áfram af Big Tech. En enga síður, bara S&P vísitalan sem bara mælikvarinn sem það styðst við þó að hann sé alveg gallaður mælikvarinn eins og við talaðum að samsetningin er ekki nær eins dreifð og kannski margir myndu að ætla með svona stóra vísitölu sem heldur 500 fyrirtæki. Nei, nú mesta hækkunin ykkur 10 fyrirtæki, sko. Já, einmitt. En þá þetta enga síður staðan og þú veist, þannig að og það er svona, ég er smá ágjörð af því að þetta verður svolítið þungu þáttur því að það er eitthvað mörgu leiðilegu að taka, ég meina núna við tölum að síðasta þetta þá hafi verið mjög stór útflæðisdagur maður rétt daginn fyrir síðasta þátt en þessi vika var rosalegt útflæði sko úr Kauphallarsjóði. Já, það var 1,47 miljardar dollara útflæði þessa viku, já. Og af því 1,3 rúmlega í Bitcoin og 223 miljónir úr Ethereum. Það hefur hins vegar verið hluta af þessu. Hefur alveg verið að fara yfir í þess að XRP og Solana og Hyperliquid sko. Einmitt. Það fór aðeins niður reyndar held ég XRP og Solana en Hyperliquid held áfram sko, þetta nýtt og eitthvað svo leið sko en mína ég sagði daginn eitthvað þú veist þetta kannski ekki mikla ágjörð, þetta reyndar svolítið mikið núna búið að vera sko. Og ég það sést á verðinu, þú veist ég myndi segja að þetta er ekki sami verðmiði 72 og eitthvað Bitcoin og 78 sko. Þú veist, 70, ég var að veikina bara svona 72 og eitthvað, þú veist, mann er bara að fara að finna svona ok, þú veist, það er bara verður að teljast nokkuð sennilegt, lítur að vera, með að við það er ekki nefnir einhverja 4% lækkun eða eitthvað í viðbót og þá erum við bara komin undir 70.000 aftur og það er eitthvað einn svona sálfræðilega að sjá Bitcoin byrja á tölunni 6 sko þú veist, 7 ónefnilega ekkert spes sko, þú veist, 8 var svona, það var komið að glæða smá svona betri stemning á markanum og núna er markanum einhvern aftur að búa sig undir að sjá 60.000 og þetta er svona pínu. Já, en mér finnst þetta rauninni sko, þú varst að tala um Mark Cuban sko, mér finnst þetta útflæði ekki vera tilfinningi mín, þetta er ekki merkið þess að menn sé að missa trú á kryptómarkaðinum. Þetta er meira svona risk eitthvað ákvarðanir bara stöðumál í heiminum og eitthvað svoleiðis sko.
Þetta ekki Mark Cuban svona, ég er búin að missa trúa á þessu sko. Nei, ég held að það sé alveg rétt, já. Ég held að þetta sé, þú veist, til einföldulega raunverulega bara þannig, það er ekki risk-on stemning á markanum í fjárfestingum, en svo setning, hún hljómar samt svolítið skringilega þegar býtu hvernig getur þú sagt þetta þegar staðrindin svo að S&P 500 sé í hæstu hæðum og ég myndi bara svaraði þannig, jú, að því að sko að því leiti sem risk-on eða sem sagt, áhættu sem fjármagn er að leiti áhættufjárfestingar þá er það allt að fara í fyrirtæki sem snúast að einhverju leiti gervigreind. Og það er náttúrulega sko, ég meina markaðurinn á þeim fyrirtækjum er svo miklu stærri heldur en nokkuð tíma kryptomarkaðurinn. Þú sér það að hvað ég var flettaði mig langar að segja sér svona 2,heildar markaðsverði krypto núna er 2,45 triljónir dollara. Nvidia fór í 5,5 trilljón dollara market cap bara núna fyrir stötu sko. Skilurðu? Þannig að það ertu með sko meir en tvöfalt stærra markaðsverði meira markaðsverði bara á einu fyrirtæki. Já, og svo eitt í þessu, það er svona að því að allt krypto er svolítið meira og meira niður. Það er ákveðin fyrirtækin innan krypto sem er búin að vera að fara upp. Og það eru mænerar. Já. Og hluta til hafa mænerar að fara upp að því þeir eru mjög vel settir í þessum gervigreindamarkaði að selja gervigreindafyrirtækjum compute Sam og ég séð eitt sem við höfum nú fjallað einhvern tímann hérna í þessu lágarbyggði Akash Network. Já. Það er hækkað alveg töluvert mikið sko og það er vel sama pæling þar að það er svona má segja innviða keðja sem sagt gerir mönnum kleift að leigja ég held ég sé að því að rétt að segja bara tölvukraft eða tölvugetu svona compute GPU og CPU compute sko og NEAR protokól sem oft verið talað layer 1 fyrir gervigreind hefur verið að hækka þú veist, þetta er ekki undanfarnar dagar ekkert verið að hækka undanfarnar dagar neitt sérstaklega mikið og það sem ég talaði þetta nýja Venice token það er auðvitað bara eins og við höfum talað það er gervigreindar svona privacy sem að hefa gert eitthvað þetta er eiginlega og náttúrulega hype svona dreifstýr kaupöld sko. Já, ég sá það einmitt, fyrst þú minnist á hype sko. Ég sá einmitt einhverja svona umræðu það að sko nú sem bendir til þess að menn eru áhyggjufullnir sko að þetta margir hafa verið að reyna að fara þetta 24/7 að undirbúa það sem svona CME, ICE sem eru með þessar venjulegu kaupallir en þeir hafa verið að krefjast þess að fjármálaeftirlitið skoði hæp að það sé einhverju svona, þú veist hvað kallast það svona peningar eða frá þjóðum sem eru sanksjón að þetta er dreifstýrt sko Já, einmitt. Og sem að þýðir bara þeir sjá hvað þetta er að vaksa mikið sko Já, einmitt en hvernig svona þú veist sko mér hafði fundist líklegt fyrir þennan þátt að við hefðum eitthvað að ræða Clarity frumvarpið ég verð endur að viðurkenna að mér tókst ekki að finna neinar frekari fréttir ekki nema sko það er eina sem getur sagt Scott Bessent er búin að segja eitthvað þú veist við ætlum að koma sér gegn Trump var með á Truth Social eitthvað þú veist ég bjargaði eitthvað frá og Scott Bessent er fyrir hlustatur fjármálaráðherra Bandaríkjanna Varstu hrifin að Zlatan Ibrahimovic? Svona no comment eiginlega sko en sko hann og Trump eiga sameiginlegt þeir eru báðir mjög egocentrískir báðir að tala sjálfa sig í þriðju persónu hann sagði alltaf Zlatan Svíþjóð einmitt. Og þú veist ég var að skoða þetta Truth Social þetta er mjög skrítið sko hann segir alltaf Trump bjargaði krypto, Trump kom krypto gerði Bandaríkjanna Crypto Capital of the World og hann notar hástafi
og hann skrifar Trump innan gæsalappa. Áhugavert. Ok. Já, við getum ekkert lesið í þetta sko, nema það, þetta er auðvitað svolítið egosentri. En ég skil ekki ákveð þessi þráður hjá honum sko, ná að komast í fréttir. Ég meina, var hann ekki bara eina sem hann sagði var bara þetta sama bara, ég ætla að gera sko. Bandaríkina crypto capital of the world. Jú, ég velti fyrir mér sko, er hann farin að hafa ágjur að koma þessu ekki í gegn sko, að hann er svona undirbúið sig að kenna demokrátunum þetta og hann veit að þetta skiptir máli með atkvæði. Já, ég meina, þú veist já, ég held allavega að það er engum það þarf engan snilling til átt að svo því að þegar þú ert búin að gera krypto að þetta stóru atriði í einhver veginn þínu svona political identity, skulum við segja, að þá er það bara, þú veist, á einhverju tímapunkti eins og segja, á einhverju tímapunkti þarf markaðurinn að vera að standa sig vel, sko. Þú veist, það bara segir sér sjálft, sko. Og tala nú ekki þegar aðrir markaðir eru að gera það, sko. Já. Þú veist, að þannig að, já, en ok. Ja, þú veist, aðeins með markaðin og S&P og allt þetta, sko, og þú veist, ok, þú veist, ég veit ekki hvað myndi gerast ef S&P og allt þetta færi svolítið niður og eitt sem ég er að hugsa. Ég er mjög samfærum, ef S&P gefur eftir, þá mun krypto fylgja niður. Ok. Og meira með, ég er í sjokkirar, auðvitað getur allt gerst. Ég er virkilega hissa ef krypto myndi eitthvað veginn fari öfuga átt ef S&P fari niður. Það langar mér að koma með smá pælingar. Sko, það er eindar ég sá í frétt bara í morgun eða í gær. Þá sá ég frétt þarna því við höfum talað að þessi fyrirtæki sem er ekki komin á markað hafa verið að treyta X-stock og á umtalaða Hyperliquid. Það var eitthvað flaskras, 45% flaskras á 30 mínútum á verðinu á SpaceX. Já. Og núna er það þannig, ég veit ekkert af hverju það var eða hvað gerðist eða eitthvað, en það sem ég er búin að vera að hugsa svolítið er að ég held að sé áætlað að SpaceX muni fara á markað 11. júní. Og er ekki gert ráð að verði stærsta hlutafjárútboð í sögunni? Jú, ég held að vermiðin sé eitthvað 1,5 trilljón. Já, ég held að ég hefði tölunat sko $2 trillion valuation. Já, og þá langar mér að spyrja þig. Bara svona, spurningin er kannski tvennskonar. Hvaðan koma peningarnir og hvað gerist? Já, ég verð að viðurkenna, mér finnst þetta hljómað náttúrulega svolítið klikkað, sko, að þessi vermiði. Þetta er 95 sinnum þú veist, veldu SpaceX. Já. Þetta er klikkað vermiði, sko. Já, þú veist, en ég veit alveg samt fólk sem til dæmis bara nálægt mér sem hefur verið mjög spennt fyrir útboði, sko, þú veist að það er náttúrulega Musk er svona gaur sem eitthvað veginn, þú veist, flestir þeir sem hafa verið fjárfestar og hlutafar í Tesla til lengri tíma sérstaklega hafa gert gríðarlega gott mót og hann er náttúrulega mjög umdeild persóna. En þeir sem hafa verið að eitthvað einn svona ræta þessa fjárfestingu sem Tesla er og maður þekkir þessar típur, þeir eiga Tesla hlutabréf fyrir að vel mjög verulegan hluta af sparnaði sínum, þeir keyrum á Tesla bíl og þeir eru eitthvað á því bara að Musk sé með ótrúlega góða framtíðarsýn og eitthvað trú og treysta á hana mann og þú veist, og þetta er ekkert bara eitthvað lítill hópur, þetta er frekar stór hópur sérstaklega sko, sem sagt eða þú ert að horfa á mengi bara sem eru þáttakendur á sko mörkuðum. Já. Þetta er rosa mikið svona ungir til, skulum segja alltaf miðaldra karlmenn sem er eitthvað á þessari línu. Og þetta er svona svolítið maxar. Þetta er svona svipað eins og með Bitcoin maxar, þetta er svona Musk Tesla maxar einhverjir. Og þeir er alveg að fara, held ég, veist, ég er ekki tissa að þetta er alveg stór hópur út allan heim sko, í bland við náttúrulega annars konar fjara, því að þú veist, hvað sem verður sagt mannin, það er ekkert að neita því að hann er búin að gera náttúrulega svakalega hluti með þetta fyrirtæki Tesla sko, og fjárfestar hafa náttúrulega stór grætt á því sko, þannig að hann er alveg með
CV-ið sko og resumið sko til að bara, það er ekki að segja annað en sé bara árangursríkur í sínu og bara með framtíða sín bara ótrúlega sko en þú veist það sem ég finnst svona pælingin í þessu þetta er svo svaka hár vermiði og einhverstað að verða peningur að koma, fólk ekkert bara með þetta tilbúið. Ég veit núna hvort þú farið með þetta, fólk að fara að selja úr krypto og kaupa þetta. Já, úr hlutabrifum líka og ég ætla að bæta við til að gera þetta ennþá, því vorum að tala hlutabrifamarkaðin, sko. Ég held að fólk sé að fara að selja úr krypto, því að þetta svolítið þetta er ólíkur hópur, hluta til sami hópurinn, sko. En svo líka, það er annað í þessu, það var breytt reglum S&P, hvernig það var tekið inn í S&P. Það þurfti alltaf að líða einhverju 100 dagar, en núna er búið að breyta reglunum að SpaceX geti farið beint inn í S&P. Og ef SpaceX beint inn í S&P, þá þarf að jafna út hlutfallið, þá þurfa þeir að selja úr öðrum félögum. Þannig að ég get alveg séð fyrir mér. Núna er það að tala um alls konar sjóði sem eiga í þessu. Já, indexan á Nasdaq og allt þetta, Nasdaq 2000 held ég að heitið eitthvað. Ég held að þetta virki þannig að segjum að þetta tekið beintinn, þá fer það bara það með eitthvað ákveðið market cap, sem þýðir að það er þá með eitthvað ákveðna hlutdeild, og þá eru allir þessi sjóðir sem eru að fjárfesta bara í vísitölunni, að þeir þurfa að vera með samsendinguna þannig að hún endurspegli þetta hlutfall. Nákvæmlega, og þá þurfa að vera seljur öðrum og kaupi þessu. Og það geti haft eitthvað svona áhrif á markaði niður, einhver tíma. Þannig að svona, ég smá hugsa yfir þetta og svo í haust kemi talað um að OpenAI færi á markað, átti verið með líka Anthropic, Claude, líka einhverju tímapunkti, ég veit ekki hvenær sko. Þannig að þú veist, mér finnst þetta alveg svona já, ég veit ekki hvort ég að segja ágefni, en mér finnst þetta svona eitthvað sem að, og þú veist, og þeir sem ætla að kaupa í þessu, þeir gætu farið að selja vantarlega fljótlega, þeir eru tilbúin með peningin þegar útboðið verður. Já, einmitt. Já, ekki spurning sko, en mér langar að ræða aðeins annað sko, af því að nú finn ég að margir sem aðra að hlusta á að þessum kryptó svona youtuberum og podcasturum þeim sem eftir standa því að það er nú bara, ég veit ekki hvort það tekið eftir því en það eru margir sem bara láta miklu sjaldnar heyra í sér núna. Og ég hugsaði nú með mig og nú bara hugsaði í gær sko er að þú veist, ég bara horfið þannig á þetta að hversu langan tíma sem það tekur og hversu mikla þolibæði sem það mun krefjast að þá vil ég allavega geta hort tilbaka sko stoltur og sagt bara ok, ég var allavega hérna og við stóðum vaktina hérna, þú veist, hver einasta föstudag, sama hvernig stemningin var sko, frekar en að vera einhverjir af þessum gaurum sem þeir bara hverfa núna í þessum bjarnamarkaði sko og svo koma þær aftur bara, já, nú er allt hérna, skilur Alex Beck er eitt þeirra sem svona hverfur oft í bearmarket og var þetta líka gaming svona áhrifavaldur, það lítur að vera erfitt í dag. Já, en ég meina þú veist, maður skilur þetta er alveg mannlegt sko, en þetta er bara ekkert í boði fyrir, þú veist, fólk sem er að hlusta sko, skilur, þú veist, þetta er bara, þetta er hluta af þessu markaði, það er þessi bjarnamarkaðir, eins langir og leiðilegir og þeir eru sko og frústrerandi en það sem ég ætlaði að nefna er að sko af þeim sem eftir eru þá eru mjög margir að tala nú er bara orðið svolítið ljóst að við erum að horfa á október manstu þeir eru að tala með að það voru svona 2 tímasendingar og þetta er auðvitað sagt með þeim fyrirvara það verðist ekki vera mæ nei og þetta er auðvitað sagt með þeim fyrirvara að að það sé eitthvað markað sem hefur gerst í sögunni en megi marka söguna og þetta svona koncept 4 ára hringrás sem okkur hefur verið tíðrætt hérna að þá voru menn og menn búin að tala það alveg svolítið lengi að það mætti reikna með að þetta er apríl-mæ þar sem við myndum sjá botn eða þú veist í haust og þá líklega eitthvað tímann í október
og nú eru menn bara svona þetta verður í október og samkvæmt því en myndur þú segja að botnin myndi nást var nýr botn eða? Sko eins og ég segi hér er ég bara að miðla þeim upplýsingum sem þú veist, ég verið aldrei þeirra skoðunar, ég hef tekið þessu öllu með fyrirvara þetta konseptum 4 ára hringrás og það með einhver veginn geirnegla eitthvað svona tímasetningar, þú veist, mér finnst allt svolítið varhugavert, en þetta er enga síður mjög fyrirferða mikil getur sagt fyrirferða mikla tilgátur í kryptó og auðvitað er maður alltaf meðvitaður þetta þú veist, ég er samt meira bara þeim skóla, þú veist, það getur allt gerst hvenær sem einhver veginn, skilur þú veist, það geti komið núna bara eitthvað hræðilegt sumar, það geti komið sumar sem það myndi snúast við, þú veist, en óneitanlega er maður sannarlega ekki að reikna með einhverjum viðsnúningi í sumar, skilur þú, en svo minni ég mig bara það, að þá sjaldan sem, þú veist, þegar ég verið með einhverjum ofur sannfæringu einhverja átt í kryptó, hvort sem hefur uppið að niður, þá gerist það líl ofta að hefur öfuga gerist, sko, þannig að, en bara sem dæmi, sko, sem fær mig til að vera, ofna frekar svartsýnanum til dæmi sumarið, nú berast fréttir þessu 60 daga vopnahlé í Íransstríðinu, milli Bandaríkjanna og Íran, að vísu á Trump eftir að samþykkja það. En maður sá samt að þegar fréttir fóru að berast að þessu, þá leituðu aðrir markaður upp. Hvað gerist með Bitcoin og krypto? Jú, ok, það fór eitthvað aðeins, fóru 1% upp cirka eftir að hafa átt mjög slæman dag og svo ser maður núna að komið aftur í sama vermið og var fyrir þessi tíðindi, sem er ekki staðan á hlutabrifum. Og maður er bara eitthvað einn svona, að reyna að meðtaka þetta og svona hver eru skilaboðin sem eitthvað kryptó þarf að fá til að geta snúist við og þess vegna er ég að tala um þessa menn í þessum podcastum, þetta fólki í þessum podcastum sem er svolítið bara þeim skóla bara það skiptir engu máli hvaða skilaboð kryptó er, þetta er bara þessi tími sem þarf að líða og þeir eru að horfa á október og ég er bara svona fyrir mér að það bara meikar ekki sens hvað meina eða gerast eitthvað jákvæðar fréttir eða koma jákvæðar verðbólgutölur eða eitthvað jákvæðt frá Seðlabankanum í Bandaríkjunum eða eitthvað jákvæðt úr stríðinu í Íran eða í Úkraínu skiluru, hvað meinar þetta hlýtur það að hafa eitthvað góð áhrif en það virðist rosalegt hvað þetta er eitthvað það virðist bara allt benda til þess að við séum bara að sjá bara hinn típiska bear market 4 ára hringrás, sko, auðvitað veit maður aldrei eins og þú segir, ég meina, ef þeir bara setja bara prentvélina í turbogýrin, þá farum við kannski að stað, ég er ekkert sem farum að stað fyrir þetta 2 mánuði, sko. Nei, og ég held að núna, þú veist, það var svona, það var gert náttúrulega ráð fyrir því að þetta yrði þessi svo kallega magnbundna íhlutun hjá Seðlabankanum, kvantivísning og það hefur nú ekki verið svo sem hætt góður í íslensku núna hætt við þau áform það hefur ekki verið hætt við þau áform en enga síður núna með þessum sko nýju slæmu verðbólgutölum sem við fjöllum henni hvað síðast á þætti eða þar síðast á þætti að þá held ég að sé með ég alveg reikna með því að það er ekki það sem er að fara að vera á dagskrá hjá Seðlabankanum Bandaríkjunum, það er miklu frekar finnst mér líklegt mögulega að vextir verði hækkaðir þar í landi alltaf þarf að gera ráð fyrir að það sé möguleiki. Já, fyrirfram held ég að sko þessi Seðlabankastjóri var ólíklegasta sem hann myndi gera var að fara út í mikla peningaprentunum með algjöru nauðsyn. Þetta var Powell þannig líka þegar hann byrjaði, hann ætlaði ekki að fara að prenta hann mikla peninga, sko. En bara skellu COVID á og hann bara kerir þetta allt í gang, sko. En, þú veist, hver væri sá katalisti núna, sko? Ég held líka bara, þú veist, ég held að, þú veist, sko, aðstæðana voru ekki eins slæmar þá. Nei. En þeir ákveða að fara þessa leið sem ég veit að minnst að margir hagfræðingar segja nú að eftir á hyggja hafi verið misráðið og við séum að glíma við þessa ólseigu verðbólgu í kjölfarið af því og þá er þetta svolítið bara okkur, við getum eiginlega ekki gert það aftur sko. Þá erum við bara hætt á að það verði eitthvað óðaverðbólgu ástand sko, og bara fólk fara að flýja bara gjaldmiðla sko. Já, en svo hugsa maður fyrirgeðu sko, að hérna sko hvað, þú veist skuldir Bandaríkjanna 39 triljónir, eitthvað 125% af þjóðarframleiðslu
og þeir að borga held ég 952 miljardar bandaríkjadollara af vöxt bara greiðslu ég með þess að það komið yfir trilljón þú varst að segja tölur sem er nálægt í trilljón ég punkta hjá mig svolítið lengi ég held að þessi tala sé komin yfir trilljón dollara sko greiðslubyrðin þetta er eitt af því sem greinir að vera að tala að sé svo sterkur rauk fyrir því að þeir verði einfallega að lækka vexti er að þeir ráða ekki þeir muni ekki lengur ráða sko við greiðslubyrðina það liggur heldur nokkuð fyrir planið aldrei að borga þessar skuldir niður skilur, það er búin að vera mér minnir ég fara rétt með að þegar Obama tók við, þá var þessi tala held ég 8 triljónir dollara þegar hann, býtur nú við er ekki að fara rétt með að hann tekur við 2008, hann fer úr embætti 2016 þá var þetta þá fer þetta úr sko 8 í held ég 16 triljónir dollara þetta tvöfaldaði cirka í hans fórstatíð nú er þetta komið í 39 triljónir þeir eru ekkert að fara að borga þetta niður en það skipti máli ráða þeir sæmilega auðveldlega við greiðslubyrðina af þessum skuldum og það virðist bara vera staðan bara þú veist, ef þetta voru $1 trilljón ári þá er það náttúrulega ekkert grín sko. Þessar tölur ættu samt að vera svona ef þú efast að Bitcoin er eitthvað sem að þú að geyma peningin í skoða þessa tölur þú veist, geymir það ekki í gjaldmiðli eins og hann í COVID og 2 árum bara settur 40% af öllum fjármáli sem þeir nokkuð til að setja fyrir sögu bandaríkjadollar umferð þú veist, við höfum talað um það þeir sko tvöföldu peningamagn í umferð á það var 60% aukning á peningamagn í umferð á 2 árum mælti í M2 sko. og þetta er þetta bara þessi verðbólga núna er vantilega bara afleiðing af því að hluta til og svo hjálpar þetta ekki olíuverði í heiminum sko. Þannig að þú veist en svo sann segja skiljanlega bara þú veist gagnrýndu Bitcoin og ég bara skil það mjög vel eða bara ok en þú veist hvernig er ég betur settur í Bitcoin ég meina þú veist skilurðu ok, þú veist augljóslega þú varst að kaupa núna í fyrra þá ertu vantilega alveg heilmikið niður núna en ok, það er kannski ekki alveg sanngjarnt en segjum bara ok, ég keypti 2021 fyrir 5 árum og segjum mér til mér ok, ég veit að það er ekki sanngjarnt en bara því við erum á Íslandi ég held ég var rétt með það ég held ekkert verið, ég fer rétt með það ef þú keyptir á toppnum í 69.000 ég man ekki nákvæmlega hvað dólaran var ég veit að hann var yfir 123 sem hann núna Bitcoin er niður í íslenskum krónum frá nóvember 21 það er sláandi það er sláandi staðreynd og ég ætla ekki að fara gegn þér í þessu þú veist ég þarf að kaupa mér bara stærri zoomlinsu ég er bara að segja þú veist, þetta ég er alveg sammálaður að það er auðvitað ekki heillandi fyrirbæri ætla að leggja sparnaðan til hliðar í einhverju tókeni sem er að margfaldast bara í umferð þú veist með á okkurum áratugum bara gjörsamlega margfaldast en að sama skapi þá vill maður einhvern fara að sjá svona skýrari signal frá markaðnum að bara ok, ég er samt á þetta meikar sense að ég sé að leggja sparnaðan til hliðar í tókeni sem er einmitt bara til í 21 milljón, engin stjórnar en já, samanlegar, ég vonandi eftir að setja hérna og reyfja þetta samtal á einhvern jákvæðari hátt já, það er okkar lífskoðun náttúrulega ég trúi því alveg sko. en þú veist að ég held við sem ekki var að gera í sumar ég skilði alveg samt að því að ég sagði eitthvað suma út 4 ár þar að þú komst með þetta 2021 sko. já, einmitt, það var saman Sailor-lendi ég meina Sailor hamra alltaf því bara þú getur ekki dreigið línu frá A til B og láti 4 ár líða á milli þar sem Bitcoin reynist ekki góð fjárfesting svo gerist það, þá var hann ágætur 5 ár 6 nei, þú veist, skilur þannig að þú veist já þarna
ef að fara í eitthvað svona skemmtifréttir. Já, svo varstu með nægan tíma en þú varst með bókahorn. Já, og ég taka tvennt svona áður en tek það. Já, þú sagði mér að þú þyrftir lengri tíma. Já, en má ég taka bara 2 svona örstuttar. Já. Bara svona sérstakar fréttir getur við sagt. Þetta ekki beint fréttir en þetta svona eitthvað sem ég sá bara. Það hefur bæði með Bitcoin veski að gera, fyrst að vorum að tala um Bitcoin. Annað var, þetta svolítið sen ég sá þetta en ég hef ekki minnst það held ég hér sko, að það kom ykkur frétt við höfum talað hvernig stundum varhugavert vera á Twitter, þú getur panika yfir ykkur sem að reynist ekki alveg rétt. Það kom frétt að Klot hefði krakkað password á Bitcoin veski með 5 Bitcoin. Þess að private key. Já, sem skerfgreindin. Já, þú veist það var frekar óljóst en það svona, fólk las það svolítið þannig. Já, ok. Já. En svo kemur í ljós að það einhver strákur sem var í háskóla fyrir einhver 10-12 árum síðan. Ég sá þetta, já, einmitt. Og hann keypti sér 5 Bitcoin fyrir einhvern lítinn penning og en þegar hann var að búa til veski þá var hann að reykja svolítið mikið cannabis. Já. Þannig að hann mundi ekki passvortið sitt. Nei. Þannig að ég ætla ekki að koma neitt ráð til fólks út frá þessu, en jú, bara reynda að vera allskáður þegar þú gerir eitthvað svona. Já. Þannig að rétta fréttin er að hann notaði Klot til að fara í gegnum alla gömlu tölvuna sína. Já, og fann passvortið 5 Bitcoin í. Já, en þá sér maður hvað menn hrættir við eitthvað svona. Því að hún hefði aldrei getað dyrkað upp sko private keyin, en það er alltaf að ég get verið með bara eitthvað password sko og ég nota þetta og þetta og þetta og þetta og þetta og þetta og þetta eitthvað svona og ég geti að nota þetta og ég að nota gervigreindina til að hjálpa mér að finna upp passwordið og hún spyr alls konar spurningar bara áttur gæludýr hvað ég það eða hvað og þetta fannst hann einhver svona skjali bara einhver sem þú gasti ekki vörðskjal heldur eitthvað svona öðruvísi skjal sko. En svo annað sem ég sá, ég hef séð þetta nokkri sinnum í gegnum tíðinni, þetta er svolítið sérstætt sko. Það til eitthvað svona burn wallet í Bitcoin, eitthvað sem að ef þú myndir sendi það þá bara eyðist Bitcoinið. Já. Og það var eitthvað til að hafa afdreit, Bitcoinið náttúrulega eyðist ekki en það er ekki hægt að nálgast aðgengið af því eyðilegst og það væri hægt að segja að Satoshi walletið væri svolítið þannig sko, ef þú myndir senda þangað þá er efast ég að nokkur maður eftir að nota það og ég hef séð svipað frétt út frá því að það var einhver sem hefur búin að eiga Bitcoin bara síðan, bara Satoshi og eitthvað laus, sendi 107 Bitcoin á svona veski. Wow. Rosa var ég til að eiga svo mikið Bitcoin, ég var til að senda 170 bara í gereyðingu. Þetta ert ekki að grínast, ok, wow. Bara hvað er þetta, 8... Og þetta var potið ekki verið mistök, þetta... Nei, ég held ekki, það gerir stundum, það er stundum sendt á Satoshi veskið, eitthvað. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega, fólk verður svo þú veist, þetta er eitthvað svona spiritual eiginlega hjá fólki, sko, skiluru að þú veist, bara, ég meina eins og, þú veist, við hendum 100 krónum í eitthvað í einhverja tjötn eða eitthvað skiluru, þú veist, þetta er svona þannig koncept, sko. 100 krónur, 107 bitcoinum. Það ég meina, það er ekki að fara nefnum ykkur 16 ára. Það er til rómar og henda henni happa. Já, einmitt. Þarna, svo ein svona skrítin yfirbót. Þarna, er til einhver lög á Íslandi sem er svona sá fund sem fund, það er til eitthvað svona... Já, það er, ég kunni þetta nú eitthvað tíman en ég þór ekki að svara, ég held að reglan sé, ég teka fram, ég er ekki með það hreinu, en það er auðvitað að fletta þessu, en ég held að reglan sé að það er ekki sko sá fund sem finnur, heldur til dæmis að þú finnur seðlaveski eða eitthvað svo leiðis, þá að fara með til lögreglunar. Annað sé væntanlega sko, já, það er ég held að það sé alveg, en svo samt einhverja reglur sko hefðun bæði á fasteignum og lausafé sko, ef eigandi já, ég held mér sé á lausafé hvort það sé mögulega 2 ár sko, en ég held að á fasteignum sé það 20 allum, það var jörð sem þú segir bara en það er reyndar að það er ekki rétt hjá mig, til þess að geta hefðað lausafé og fasteignir, þá verður þú að vera í góðri trúum að þú sért réttur eigandi sko.
þannig að ég held ég fær rétt með það og ég ekki með alveg á hreinu en ég held ég sé að munandi rétt að það ekkert sko sá fund sem finnur. Nei, mér held að sé í Bandaríkjunum eitthvað skýperslög ykkur sko. Það bóttið kemur ekkert orðið sem mismunandi eftir fylgjum. Það allavega sko einhver sem búin að, ég veit ekki hvort hann tilkynnti lögreglu þetta út frá þessum lögum frá 1951, þetta lög þaðan sko, sem gott ekki komið til saksóknara í New York, sem að hann telur sig á þessum forsendum hafa fundið Satoshi-veskið og eigi rétt á því. Áhört. Og hvernig ætlar að komast í peningin? Ég veit það ekki. Og veistu hvernig hann fann það? Hann fann það bara með public addressinu og bankakeðni. Já, hérna. Ekki öll vitleisa neins. Ég var bara, ég veit ekkert hvað ég að tala þetta svo furðulegt sko. Hann nafnlaus, ég skil það mjög vel. Ég myndi ekki vilja koma til þetta væri alveg svona, þú veist, það væri kannski alveg einhverjir sem eiga pening til að láta reyna á þetta vitleysu, bara prófum að láta reyna á það bara hérna að fara einhvern viðurkenningamál fyrir dómi að við eigum þetta veski. Svo þegar CIA eða FBI nær að breyka Satoshi-walletið þá áttum við bara mitt mannstu hérna. Þetta var eitthvað gríðarlega langsótt en við getum orðað að það gæti verið til mikils að vinna ef þetta hefst. En ok, við erum komin í bókahorn og ég er svolítið forðan að vita að þú sagði að þú þurftir aðeins lengri tíma en venjulega, þannig að ég er svona forðan að... Já, og það ekkit endilega út af bókinni, það bara, ég fekk hugmyndina bókinu út af ákveðinu svona pælingu sem ég langaði að koma með. Það þarf ekki að vera með svona eins og svona, í svona útgáfapartíð og svona lest fyrstu svona 3-4 blaðsíðunar. Blockchain ég semst valdi þessa bók hérna, The Infinite Machine. The Infinite Machine. Já, þarna... Eilíðar vélin. Já, How Army of Crypto Hackers is Building the Next Internet with Ethereum. Ég hugsaði bara, ég ætla að vona að lesa í hljóði þegar þú lest ennska fækkur. Ég með svona alvöru íslenskan frambörð. En ok. En svo tala ég betur enskuna þegar ég ekki að lesa. Já. Hérna... reyndar sko get ég sagt að þeir sem að nenni ekki að lesa bókina þá byggði við svolítið sko þátt sem við tókum upp fyrir síðan sem alveg svona tímalaus svolítið Ethereum á svolítið mikið af hlutum úr þessar bók. Þetta unni saga Ethereum sem alveg áhugaverð því að þú veist áður en ég svolítið langt síðan ég las þessa bók en áður en ég las hana allir vissi ég ekki að founderinn í Cardano og founderinn í Polkadot voru founderarnir í Ethereum. Nei, en það svolítið langt síðan þú vissir það, þannig að þú... Já, það svolítið, ég líka nokkur ár síðan ég las þessa bók. Sko. Já, einmitt. Þannig að þú veist, ef fólk ekki að lesa bókina þá gæti alltaf að rifja upp inn að þátt sem við tókum upp, sko. Já, ég, þú veist, af hverju fæ ég eitthvað svona vibe að þetta minni svolítið á Bitcoin billionaires nema bara Ethereum? Ég ætlaði að segja sko, það sem ég finnst skemmtilega við þessa bók svona, ég hef gaman að svona bókum eins og Bitcoin billionaire sem svona reyfarakendar og bókina sem við tölum daginn Coinbase bókina þessar kannski svolítið svona reyfarakendar Bitcoin billionaire kannski reyfarakendar það svo margt í henni sko en þú veist, þetta samt svona líka bara skemmtileg saga hvernig hugsuninni var, hvað lögður rosa mikla áherslu að ná þessu að vera dreifstýrt og hvað mikið að klára fólki og svona og kynnast bara sögu Vitalik einhvern veginn líka bara sem að þetta bara upp á aðal áhugamálega sem 6 ára var bara held ég Excel alveg, einmitt. Þannig að þú veist Þannig ég mæli eindriðið með þessar bók þó ég ætla bara að minnast að bókina sem góð bók að lesa sögu Ethereum og bara líka þetta tímabil þú veist hvað þetta 2015 sem að Ethereum Já, ekki, 2015-14 Já, ég held að það lánsið sé 2015 já, en þeir hafi einmitt já. En sko ástæðan fyrir samt að ég ákvað að velja þessa bók núna ég er búin að vera að hugsa hana alveg bara frá því að við komum fyrstu bókina ég var einmitt að hugsa, þú hefur eiginlega eingöngu komið með Bitcoin bækur og svo kryptobækur þetta held ég var rétt með að þessi fyrsta bókin sem fjalli sérstaklega
einhverja aðra keðju eða token heldur en Bitcoin. Já, það ekkert rosa marg ég verið að leita að þeim sko. En ég áuruglega til að koma með einhverja aðra seinna sko. En og, þú veist, og rauninni sko ég að fara að lesa aðra bók þessa sögu líka, mér langar svolítið að sjá hvort það sé svona einhver munur á frásögn sko. Sko það sem ég finnst svona samt sko, þú veist, nú ég náttúrulega ekki lesið þessa bók, en ég þykir sjá hana, þetta svona heavy duty kryptobók. Ég ekki að sjá fyrir mér casual hlustandan leggist þessa, en þú hefur nefnilega verið nokkuð naskuðins mér og ég ekki að segja að það er fullkomlega eðlilegt að koma inn á millilega hefi dút í bækur, en mér sannlega skemmtilegt þú hefur verið svo naskur með að koma með bækur sem maður sé bara þetta bók sem bara hver sem til í að lesa sko, eins og til dæmis mér finnst það mjög skemmtilegt þó að það hefur verið mér varst alltaf áhuga sig að vera þannig þegar Majorinn var með þessa bókana og svo þegar Presturinn var með bókina þetta eru svona bækur og mjög skemmtileg bókina sem að var að tala sko Avasinn, þannig að Shrinkflation eða hvað hún hét en skiptir ekki máli. En þú hefur þú veist, þetta erfitt að meta út frá hvað aðrir mikið áhuga, þú veist, ef þú hefur áhuga á til dæmis bara líka sögu kryptoheimis, þá finnst mér það sem er vel gert í bæði þessari bók og sérstaklega hérna Coinbase bókinu sem voru með daginn, að hún finnar inn bara söguna og svona sálfræðina og hugmyndafræðina á þessum tíma. Þið hafi breyst rosa mikið bara, þú veist, hvað í gangi, þú veist, hérna Gary Gensler eins og vorum að tala áðan og eitthvað svona, þú veist, þannig að, já, en ástæðan fyrir ég valda hann núna, því að það búið að vera svolítið skrítin tími í kringum Ethereum, undanfarið, og þetta Ethereum Foundation sem rauninni á bakvið þessa sögurunni, það hafa gríðarlega margir undanfarið lykil menn í því búin að vera að yfirgefa Ethereum Foundation. Já, það, bara núna undanfarið. Já, og þú veist, og ef þú, sko það er svolítið erfitt að segja, sko, ef þú myndir sko, meira segir þetta nöfn sem að ef þú þekkir einhvað svona nöfn í þessum heimi, þá myndir þú kannast við sögum nöfnir eins og Tim Beiko, það er svona maður sem að er bara mikil áhrif á Ethereum þróun. Þetta er svona Ethereum research team einhvern veginn sko og það Fóndum við fleiri, ég ætla að sjá hvort ég Já, ég er ekki vissum að þú þekkir hans nafni ekki þá þekkir ekki hinna sko Barnaby Monroe, eitthvað Julian Ma og eitthvað Carl Beek þú þekkir þessi nöfn ekki en þetta er samt, þú veist að þið þekkjum eiginlega bara Vitalik í dag. Já, og hann að Polkadot-gaurinn, hann að Gavin Já, hann er þetta ekki lengur. Nei, ég veit það og þú þekkir þetta líka Hodgkins Já, einmitt og þú þekkir Joseph Lubin sem var einn af stofnendunum. Þetta er ekki einn af stofnendunum þetta eru rauninni þeir sem að hafa verið í svolítið mikið svona á bakvið allar þessa þróun og uppfærstur og breytingar sem að við getum sagt að vera vel heppna. Þeir fóru verið proof of stake sem bara rosa vel heppna sem menn voru svolítið áhyggjufullir gangast sko. Og menn velta fyrir sig er eitthvað neikvætt í gangi hana. Þeir eru að fara, og hvert eru að fara? Eru að fara í EIA, eru að fara í önnur krypto? Það bara kemur ekki beint fram sko. Sko, ég veit ekki hvort það hefur eitthvað með svona hugmyndafræði, Vitalik hefur undanfarið verið að segja sko að Er Vitalik enn á fullu að forrita þú veist, á keðjunni? Ég held Hann er náttúrulega svakalega forritari. Ég held það sko. Já. En hann sagði það hefur farið allt of mikil tími í þessu Research Foundation eða þessu Ethereum Foundation, allt of mikil tími að vera eitthvað svona markasafl fyrir Ethereum. Við eigum bara að vera þeir sem eru að leggja áherslu á dreifstýringuna og censorship resistance og research og eitthvað svona, gera eitthvað fyrir svona public good og eitthvað svoleiði, sko. En við erum bara búin að vera svolítið mikið eitthvað svona eins og við séum að markasetja Ethereum. Hann vill breyta það, hann myndi helst vilja að væri 2 einingar, sko. Og það er náttúrulega merkilegt með Ethereum, sko. Þú veist, Ethereum þú veist, þeir eru með 50% allir stöðuleikamyndum eru á Ethereum. Það er svona svokallt total value lock sem er á DeFi, semst að 50% af öllu er á Ethereum. Ethereum er ennþá bara staðstæðan úti. Og ég með 2 Og þeir eru alltaf langstæðstir líka í market capinu fyrir utan Bitcoin og Lúsli. Já, og ég með 2 spurningar fyrir þig. Spurning 1 er að við vorum að tala um svona Bitcoin Maxa og þú vorst að tala líka um svona þessar YouTubers og sliðis. Ef þú hugsar Ethereum Maxar, þetta er eitthvað hug. Þetta er allan hug þegar ég segi það. Þetta er Tom Lee. Þegar þú spyrir mig hvað þetta er hug. Það er eitthvað sem þetta er hug. Í podcast heiminum þekkjur það eitthvað?
Já, en ég kem ekki alveg fyrir með nafninu. Já, það er ekki Bankless. Bankless, jú. Þeir eru búin að vera 6 ára. Ég hlusta bara eiginlega svo lítið á það og þú hlustar á það. Ég hlusta á það. Ég hlusta með góð viðtöl og svo hlusta ég svona þátt eins og við erum með einu sinni í viku. Og þeir eru búin að vera þarna í 6 ár. Svo var ég að hlusta á þáttin síðasta föstudag hjá þeim. Hlusta reyndar að lögða það sem mitt í stíka hérna. Og ég hrökk bara svolítið lífið. David Hoffman sem annar þeirra, hann tilkynnti þættinum að hann hefði selt allt í Ethereum sitt. Wow. Þannig að það er eitthvað svona fréttir í gangi, sko. Það er ekki að grínast. Og ætla að fara að breyta podcastunni yfir að tala meira eitthvað svona góð verkefni sinni í gangi, óhá á Ethereum, hann hefur áfram trú á Ethereum. Svo fór ég að kanna það betur og var að hlusta á viðtalveðin í morgun og þá var hann að, tala sko, þeir hafðu, þegar þeir fóru í loftið, þá hafðu þeir svolítið trú á Ethereum sem svona future of money. En svo það kom tímabil sem var svolítið þetta að Ethereum ætti að vera peningur, stundu kalla silfrið meðan Bitcoin gullið, sko. Og hann bara svolítið búin að missa trú á því. Og svo sagði hann eitt hlut sem maður ekki ímyndið sér að Solana maxi eða eitthvað myndir frekar segja, sko. Til þess að réttlæta verðmiðan á Ethereum, það þarf að vera innkoma á sjálfri balkakeðinu og það er bara ekkert mikil innkoma á Ethereum. Af því hún er mesta transaksjón fyrir á layer 2. Og þetta er risastórt. Þetta er svona, við erum alltaf að tala bot signal. Þú veist að David Hoffman, Bankless, hafi selt allt í Ethereum sitt. Það er miklu stærri fréttheldur en að Mark Cuban hafi nokkuð maður selt Bitcoin. Já. Það er bara ekki, já. Vá, maður. Þannig að þú veist, ok. Og svo erum við í þessum tölu orðum með Ethereum undir $2,000 og þetta er bara svona, já, þetta er svolítið, já, þetta er eitthvað sem ég myndi allavega, ef ég væri að fjárfesta mikið í Ethereum, að þá myndi ég alveg pæli í þessum hlutum, sko, ekki spurning. Já, og næsta spurning hjá mér er eiginlega tvískipt. Hún er annars vegar heldur að það sé möguleiki, þetta er svona umræða sem tekið í gegnum árin, að einhvað projekt að núti geti náð að toppa annarsætið í market cap á þessu ári. Á þessu ári, að ég var að fara að svara augljóslega, já, það væri klikkað að halda því fram að í rauninni væri hrókavilt að segja meiri segja sem ég samt er tilbúin að vera hrókavillur að segja það er ekkert kryptotóken að fara að toppa Bitcoin, sko, í market capi, að minnst kosti ekki fyrirsjálegri framtíð. En það væri alltaf hrókavilt að segja að það geta ekkert toppa í Ethereum, en ef þú spyrir mig á þessu ári, nei. En ef einhver myndi toppa, hvaða væri það? Þú veist, það er ekki, sko, ég vil að segja bara no comment, ég vil að sjá maður, sko, í Ethereum. Myndur þú velja Solana eða myndur þú velja XRP? Sko, ákveðat núna, ef Ethereum stendur í stað, þá þurfti XRP að þrefalda sig í verði, Solana þurfti að næstu í sexfalda sig í verði. Af því að ég gerir á fyrir þú dögluslega ekki að telja með Tether, skilur þú. Ég ætla að segja við, þú getur fyrir auðvelda útrússu með að segja það, sko. Tether, mér finnst það ekki eiga. Nei, það meikar ekkert sen, sko. En það er samt alveg, Tether þarf eitthvað $60 miljardar í viðbót, sko. Þannig að, þú veist... Þessi spurning er á Polymarket. Ok. Það er talið að þessi 59% líkur að eitthvað eftir að yfirtaka því Ethereum á þessu ári. Ég bara, Ertu ekki að grína? Nei. Ég skil þetta ekki, sko. Þú veist, ég er eins og þú, eðlilega trúum mér alveg að það... En þá hlýtur þetta að vera inn í, sko, að Tether getur flippað. Já, ég reyndar, sko... Það hlýtur að vera. Það er enginn að segja mér að Polymarket sé að prísin líkur að hvað, XRP, séu 59% líkur að XRP... Nei, ég hefði sennilega séð að það hefði staði excluding stablecoin. Já, þetta er 100% út af því. Það er algjörlega bóka af því að, og ég get alveg skilja að markan sem með þetta líkuna þannig að, sko, að því að í fyrsta lagi það er alltaf verið að aukast magnið umferð á Tether, en jafnvel að það myndi standa í stað, þá þyrfti Ethereum ekkert að lækka það mikið, sko. Já, þannig að mér finnst, en hitt hefði verið bara algjör, ég er nú bara, sko, dottið aftur fyrir mig í stólnum ef Polymarket var að segja að verið 59% líkur að eitthvað annað sem sagt kryptotóken fyrir utan stöðuleikamyntir væri að fara. Já, því þetta er bull market umræða, sko.
Þetta kemur alltaf fram í bull market sko. Solana er að fara að taka yfir hérna Ethereum er að fara að taka yfir Bitcoin einmitt Önnur spurning sem hefur ekki með þetta að gera því nú er ég eiginlega bara búin með þetta ástæðan fyrir að mér langar að ræða Ethereum það svona ýmislegt í gangi en bara ég ætla að taka það samt fram áður en spyrði spurninguna sem hefur ekkert með Ethereum að gera sko Ethereum er svolítið sérstætt sko ef við tökum bara síðasta bull market þá er allir að dæma Ethereum úr leik og það var ekki að gera neitt Solana var að gera fullt og en það var að tala um þennan ég sé að Ethereum fór í $5,000 fór í 4.950 mannst þér samt í hvernig það var XRP var að gera eitthvað, Solana var að gera eitthvað fullt af öðru svo allt í einu allir voru búin að dæma Ethereum úr leik það var bara þrefaldaðist á stuttum tíma Ethereum er einhvern veginn þó þetta sé stórt í market cap þá eru þeir rosa hægir og svo þegar þeir fara af stað að þá bara keyrir það upp sko og ég held að sé alveg fullt í gangi hjá þeim sko en já, mér langar bara en næsta spurning átt að vera eins og ég er allir í spurningunum núna nú er Hyperliquid og Zcash og hvað fleira búin að vera að kera heldur að sé stutt í XRP no comment ég hef ekki hugmyndu það XRP hefur nefnilega tilnýðingu til að keyra svolítið svona undan öðru og fara upp og ég var eitthvað að skoða þetta XRP er búin að gera alveg gríðarlega mikið af svona bankasamningum undanfarið þessu ári Mér finnst þetta alltaf vera að heyra eitthvað þannig frá því ég byrjaði í krypto það sem ég alltaf samningur samstarfið eitthvað ítalskan banka og svo eitthvað í Japan og svo eitthvað hér og ég á svolítið erfitt alltaf, ég hef sagt það hérna svolítið erfitt með þetta því að þú veist ég hef mikla trú á Ripple fyrirtækinu og lausnónu þeirra og svona XRP lausninni en það er bara fullt af lausnum sem þeir eru að selja út sem notar ekkit endilega XRP og svo held ég líka sko að það sem að þeir glíma við veist, ég held að þeir græði svo sem á því að það er bara rosa mikið follower bak við þá en það er ekkit útséð með XRP sé notað í allt sko að því að sko áður þegar þeir voru að koma fyrst fram þá var þeirra samkeppni var bankanir Núna er það miklu meira. Það eru öll þessi Solana, Sui og öll þessi ódýrari leiðir til og pluss stöðuleikamyntir og þetta saman sko. En þeir gætu ástæðan fyrir spyr að hluta til XRP, hluta til spyrja því að Stellar hækkaði daginn bara í vikunni 35% og Stellar fer venjulega með XRP sko. Já, það er einmitt rétt. Og það var eitthvað með svona tók svona real world assets eitthvað dæmi og það getur vel verið að þeir farið þangað. Ég get alveg trúað þeim til þess sko. Og svo líka ef þetta frumverk verður samþykkt. Já, klaridjækt. Já, þá gæti ég alveg trúað því að það sé alveg svona Ripple gæti með tagnað svolítið á því sko. Ég veit ekki. Eina sem ég get sagt ég keypti slatta af XRP á 2,4 ásett genginu $2,4 og ég gerði það eiginlega bara af því að það var svo mikið af einhverju sko fólki sem var bara þú veist svona með eitthvað XRP manju og ég hugsaði bara með mér veistu, ég veit ekki hvað mér finnst þetta sem fjárfestingu mér finnst það svona en ég veit samt hvað líka bara hype og momentum skiptir miklu máli í krypto en ég tók bara ákveðin og ég kaupi þetta með engar væntingar en ég þá allavega með ef þetta fer því ég hef alveg séð að það er alveg raunverulegt hvað þetta getur fengið mikið momentum þegar eitthvað aðstæður spila þannig og nú ég 50% niður á þessu að verða og ég ekkert eitthvað mjög peppaður sko fyrir XRP sko, ég ekkert að vera að selja þetta. Þú ert mögulega ekkert endilega peppaður fyrir verðmiðunum á mörgum öðrum. Á bara neinu sko, veist, það er bara staðan sko, það hvort sem það er Solana eða Bitcoin eða Ethereum, það er bara ekkert peppaður yfir neina þessu og ég ætla bara að gera mitt besta að reyna að halda í þetta og vona það besta sko. Já Björn, er þetta þá en þetta var áhugavert innlegg sko með Ethereum finnst mér, ég vissi þetta ekki og þetta er alveg svona alveg eitthvað sem verðt að skoða svolítið ef maður að fjárfesta mikið í Ethereum veist, en þetta samt á þess að ég að heyra þetta fyrst skipti núna sem þú ert að segja sko en þetta samt svona eitthvað sem samt alveg svolítið klassíst utanfrá séð byggt á minni reynslu, þarf ekki að vera þessi tilfelli núna sem
þú veist hvernig svona atriði byrja eitthvað að vekja athygli í svaka bjarnamarkaði og svo þegar eitthvað heildarsamingi skoðað þá bara já, ok, ég veit ekki, svo kannski þetta 200 manna teimi og þetta voru einhverju 7 gaurar búin að vera hann í 10 ára forrita skilur og að hætta hann ég bara veit ekki, fattur hvað að vara þú veist, en þetta klárlega eitthvað sem verðt að skoða betur sko. en ég held að allavega staðrindin bara þessi að við höfum alveg fengið að kynnast því það algjör staðrind að það alls engin trygging og reyndar það þannig að fæstar myndir sem eiga góðan bólamarkað það ná að ná sama momentumi og sama verðmiða í næsta bólamarkaði að þýlegum til málið að segja í Ethereum hefur verið svona flott mynd að hún hefur náð nýjum hæðum aftur og aftur sko. Ég man ekki hvernig það var síðast en að þar á undan öllum bólamarkaðum þar á undan í sögu Ethereum hefur það alltaf hækkað meira heldur í Bitcoin. Já, einmitt. Þannig að þú veist, skilur, þetta eru nokkur myndir, menn Solana líka þarna, en svo það bara, þú veist, en þetta eitthvað sem þarf að huga stöðugt að, sko. Að það þú veist, og ég meina margir sem eitthvað bara voru að treysta það og ég skildi það mjög vel, bara taka myndir svo Avax eða eitthvað sem fór í 140 okkur 2021 og bara treysta, þú veist, nú það að fara að vera þá, bara margir gáðu sér það bara eitthvað, já þetta fer þá bara í 500 hérna í næsta bólamarka og hvað gerir svo, ég man ekki hvað að toppa, ég fór það í 60 eða eitthvað, skiluru, núna þannig að það svona nánast eins og trendið sé. Fólk á dott fyrir 3 mörkuðum síðan, sko, gerði ekki til síðasta markaði, sko. Emitt, Pólkó fór í 50 í hérna, þú veist, þannig að það frekar augljóst að það eins og markaðarinn sendi skilaboð bara flesta af þessum myndum eru bara ekki að vera að skipta máli í framtíðinni og verðmiðin bara að fara að vera eitthvað svona nánast bara eins og memecoin sko, skilur þú veist, til þess að geta réttlætt einhvern verðmiða eins og hann að segja þessu gaur í banklist þá verður að skipta máli raunverulega þess vegna verður keðjan verður að hafa tekjur það held ég svona punkturinn en já Björn, ég held að við séum bara nokkuð góður og ef það ekki eitthvað fleira sem þú vilt bæta við Nei, ég bara held ég sé góður sko Eitthvað spá fyrir París Arsenal á morgun Ég bara vona Arsenal vinni mínu verða ánægðir og ég er alltaf svolítið vinur þeirra sem hafa aldrei unnið sko, þannig að til ég alveg gladur að Arsenal myndi vinna, en mína þetta PSG-liði bara svo svakalega gott sko, mér hvernig voru á móti Bayern og þeir eru unnið Liverpool 2-0 báðum leikjum og ég var ekki einsvektur sem Liverpool maður þegar ég horfði á Bayern leikina sko, þeir eru bara þessir framlína þeirra, þeir eru svo snöggir og sterkir sko, þannig að ég held að það verði mjög erfitt fyrir Arsenal, þeir þurfa að vera rosalega skiplaðir, þeir þurfa bara að vera hérna eins og bara Mourinho var með Inter á sín tíma þegar þeir leiku við þegar það var reyndar sko leðlistil úrslitaleikur söguna þegar Inter vann meistaradeildina, það var bara leiku við 12 manns í vörð sko. Og nú vil ég fá sko góða greiningu á leiknum sem aðeins síðar kvöldið einmitt, þú veist sem leikur 7 í San Antonio Spurs og Oklahoma City Thunder í úrslitum vestusins í NBA og byrjaði. Ég getur rugglast og haldið að vera að tala Tottenham Hotspurs. Getur nefnt einn leikmann í þessari seríu? Nei, ok. Ég er búin að gleyma mér hvað seinna liði ég var að leika þessu. Ríkjandi meistarar OKC Thunder. Nei, þú átt að sjá þennan. Ég no comment líka. Ég er bara vonast til að þetta verði báða skemmtilegir. Ég ætla að horfa á báða á morgun. Björn Harðarsson, ég þakka þér kærlega. Heyrðu, ein spurning. Fegstu þið pizzu síðasta föstudag? Ég klikkaði því. Ég fegum pizzu. Já, en ok. Já, ég varð að koma og spyrja þessu. Þetta rosa mikilvægt verið laðarpið. Takk fyrir spjallið, Björn. Og ég þakka ykkur, kæru hlustundur, fyrir hlustununa og fyrir áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur að vikuliðinni. Þangað til næst, verið sæl.